Gasbrenna. Cheesesteak, takk 1. Jæja. Góð kvöldi, kæru vinir. Takk fyrir að stilla inn á soð. Það var kannski ekki mikilvæg stillingar en þegar var allavega þurfti að klikka. Endilega haldið áfram að ég ætla að búa til beef tacos eða nauta tacos. Það er hægt að nota alls konar nautasteik í þetta. Ég er með, hvað heitir það? Já, ég er með entrecôte steik sem ég er að nota í þetta. Bara var þunn og góð sko. Þetta er í rauninni bara eitthvað sem má bara og reddi og kóta niður og svo bara setja í taco og borða. Ég dýrka tacos. Þetta er, við ætlum að marinera nautið og í það ætlum við að nota kóríander og myndu, salt, pipar, paprikurkrydd, kóríanderkrydd og kummin. Það hvítlauk út í þetta og lime, nautið, chipotle chili pipar. Bara hann er geggjaður. Og ef þið finnið þetta ekki í Íslandi, þá bara á internetið www.eitthvað.com og pantiði. Fáið þetta bara sendt til Íslands, það er ekkert mála því þetta er þurrkað. Þetta er geggjað. En það sem ég er búinn að gera, ég er búinn að bleyti í hann. Ding, 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 ólífuolía. Ég ætla að byrja á henni, bara svona salt, kóríander, kummin, papriku, svartan pipar, læmið eða súraldin eins og það heitir á íslensku. Ótrúlegt að ég muni það en ég man ekki hvað kóríander er á evrósku, bara á amerísku. Og peterseili, hvað heitir það nú aftur? Allana, merjið súraldin svona saman, eða þið getur líka gert það svona. Þá leysið þið hérna upp inn í að því hann getur svolítið verið tregur. Ef þið ætla að marinera eitthvað, þá þurfið þið sýru. Internetið sagði mér það allavega. Nokkur myntublöð. Nota bara stiklana og allt saman af kóríander. Þeir eru líka góðir. Sko, ég myndi taka fræin ef þið þoli ekki sterkt, en ég þoli svolítið, svona ég ætla að leyfa þið að vera með. Ég ætla að setja tvo geira. Tilbúið. 2, 3, 4 yfir nótt. Skiptir ekki öllu máli. 2 var alveg nóg, en ég ætla að henda þessu niður í ísskáp. Og svo ætla ég að fara í það að búa til kökurnar. Ég ætla að pröfa nýjan stíl núna. Það er ekki flókið. Þetta er bara vatn og massa. Það er eina sem þarf. Og ef þið finnið ekki massa, pantið á internetinu. www.eitthvað.com. Svona eitthvað. Svo blönduðu bara vatni svona við. Bara lítið í einu. Það er alltaf langbest að gera þetta bara með höndunum sko. Þetta er aðeins svo þurrt. Ég er að segja ykkur það. Að búa til þetta heima hjá sér er bæði einfalt. Miklu betra. Þetta er aðeins of... Þetta brotnar aðeins of mikið. Þannig ég ætla að setja aðeins meira vatn. Bara eitthvað svona. Svona, lefum þessu að hvíla aðeins. Nú ætla ég að gera það sama og ég gerði með flatkökurnar. Svo pröfa að nota þessa greið. Það verður eitthvað gaman. Þetta er náttúrulega nauðsynlegt.
með hreinan klút hérna inni. Pottur með hreinum svona klút hérna inni. Þá er hægt að setja þetta hérna í og þá svona svitnar þetta svolítið hérna saman. Sem ég ætla að gera núna, salsa tilbúið. Í það er ananas, vorlaukur, lime, rauðlaukur, corn on the cobs og grænt chili. Grænt chili bara út af því ég fann ekki jalapeno. Nú er þetta 2 svona sneiðar ananas, laukinn. Svona, þessi er bara tilbúinn, þessi er tilbúinn og þetta er tilbúinn. Já, og innigrill. Þetta er orðið innigrill. Byrjum á því að grilla hann ananas. Hann á að fá góða karamelliseringu. Kemum chiliunum hérna. Það sem ég gerir með þessu er að ná sætunni enn framar í ananasnum. Bara svaka sætt og gott. Þetta er alveg feikið nú. Svona. Chili má brenna út af því að ég tek hvað sem er hýðið af honum. Hýðið er rauninni af bjargónum, sko. Ok, deigið er aðeins og þurrt. Núna, ég er að sjá það. Þegar ég brýt svona saman. Ég þarf að laga þennan. Hvað gerist hér? Síminn fór í of mikinn hita. Aðeins svaka heitur. Ég þarf að kæla hann niður. Svo það næst er það þessi. Hann fer mitt bara hérna líka á. Ég tek bara stiklara, stóru. Og hérna, setjum það bara hérna núna. Sko, laukarnir eiga að vera svona tjarraðir, ég veit ekki hvað það er á íslensku, en hérna bara svona pínu svartir, en samt eiginlega pínu ferskir líka á sama tíma. Þessi var hann góður. Nú fallir ég hérna með. Svo bara svona random stærða bitum. Vorlaugurinn. Hann fyrir með líka bara í svona. Hann er með svona semi-ferskur, semi-eldaður. Saman með laukinn. Hann ætti að vera svona semi-ferskur, semi-eldaður. Þetta þarf ekki að vera fallegt. Svo chili með fræjum og öllu. Taka sénsinn á því. Það verður bara allt og sterkt, en það er bara gaman. Ólífuolíu, salt og pipar. Saltið þetta til þess að draga fram bragðið. Nudda læmið þannig að þið fáið saman allan út. Smá kóríander, smá mynda. En nú er ég bara með stæla, bara þau vitið. Það er bara einhver mannastælar í mér. Svona. Skellir þessu inn í. Pannan á ekki að þurfa olíu eða neitt svoleiðis. Hún á að vera alveg þurr. Svo, síðan skellir þessu hérna í og
þetta mun svo halda áfram að eldast hérna. Það er svona gufu sjóðast hérna í þessum potti. Heit maður. Seinasta. Leifum þess að bíða hérna. Næst er það bara steikin. Það er bara þessi hérna. Ég ætla að setja pönnuna á fullt blast. Smá olíu á pönnuna. Þetta verður bara í pönnuna. Fyrir unaðslega lykt er hérna núna. Það er svona það er nautasteik en það er alveg hiti ábyggilega frá jalapeno eða þarna chipotlinu og svona sýran kemur hann upp líka. Þetta er bara rétt svona eins og við segðum það. Já. Svo ætlum við að skera á móti línurnar í steikinu eru svona. Við ætlum að skera þessi svona. En leifum við að hvílast fyrst í svona bara einhverja mínútur. Svoleiðis. Jæja, mínúta komin. Sjá, þetta er alveg yst hérna sko. Lógóðu. Svo gerum við þessu bara einhver strips. Þetta er ekki flókið hjá mér. Með tvennslega sósur og svo þetta hérna. Það er hérna Valentina, einn af mínum uppáhalds og Cholula, einn af mínum uppáhalds. Ekki auglýsing. Gerum 2 til að byrja með. Byrjum að setja smá kjöt. Það er hægt að nota hvaða sósu sem er, þú veist þessa. Það er bara hægt að nota tabasco, þessi græna frá tabasco er ógeðslega góð. Svona innflytjandi tabasco. Endilega hafið samband ef þú vilt auglýsa svoleiðis fyrir því að mér finnst hún aðeinsleg. En ég er ekki fáin að auglýsingu núna. Svona. Mjög svo bífað taco eða nautað taco. Við verðum að smakka. Heimagerðu tortíðurnar eru bara af einhverjum öðrum heimi. Þetta er allt annað en það sem við fáum bara hérna frá Casa Fiesta eða hvað sem heitir. Enn önnur tegundin af tacos, steikar taco. Þetta er ekki erfitt. Sumir segja að það er mikið að setja ananas á pítsu. Þá má setja ananas í þetta. Takk fyrir að horfa, kæru vinir. Endilega lækið, deilið og sérið þessu, það hjálpar ótrúlega mikið. Eins og strákarnir í Fíla lag segja alltaf, það hjálpar alltaf í þessari algóriþma drullu, eins og það er kallað. Já, takk fyrir. Sjáumst bara í næstu viku.